Komið sæl og blessu og verið velkomin í þennan sérstaka Quizmas special á félagsmiðstöðin. Ég er Nesmur. Ég heiti Huginn. Og saman erum við í félagsmiðstöðinni. Pældi því? 4 years later. Já. Er ekki 4 ár? Ég held það, jú. Já, 2021. Við fórum sumarfríð. Já, við vorum að koma sumarfríi og erum mögulega að fara aftur í frí eftir þetta. Já, en það fer eftir hvernig viðtökurnar verða. Já, fer eftir hvernig maður ekki hlusta og bara... Við erum búin að setja bankareikning í link hérna sem að þið geti lagt inn á bara upp á hvort að við... En þessi þáttur er í samstarfi við Monster, Coke, Happy Headed Creatine, Metasport, hver fleiri? Dominos, Esjuverk, Ólís. Það veit enginn af þessu svona. Nei, þetta er í rauninni bara, við heyrum í þeim á eftir. Já, við erum að secret þetta. Já, þetta er bara... Setið út í kosmosin. En við okkur fannst vera komið tími á nýjan þátt af félagsmiðstöðinni af því að við fórum í quiz. Já. Við viljum renna eins yfir það, sko. Já, ég man ekki eftir að einhver sem hefur unnið hefur eitthvað farið yfir þetta. Nei, við þurfum að fara yfir ferlið. Við byrjum bara á fyrsta þætti. Já. Á móti Breiðablik. Já. Það er alltaf mjög fyndið að stilla mér upp á móti Breiðablik. Já. Í fyrsta þættinum. Það er alveg statement. Já, það er það. Það fyrir að gert það viljandi. Ég veit það ekki. Nei. En það var mjög gott. Já. Ég var mjög stressaður fyrir fyrsta. Já, ég var svolítið stressaður líka. Aha. Já, þetta er drullu stressandi. Þetta er það, sko, líka bara á þetta, ég náttúrulega hef voða sjaldan sagt já við að vera einhverju í sjónvarpi, út af, þannig ég var bara eitthvað svona, nægi að vera ég sjálfur, nægi að, og það tók mig alveg smá tíma að svona komast in the role, sko, vera þægilegur. En já, svo vorum við að keppa á móti, Káa. Já. Þeir voru betri en ég held, sko. Já, þeir voru það. Voru þeir ekki næstir okkur? Eða hvað? Nei, en þeir komust næst okkur, þeir voru bara einu stíð frá okkur. Já. Á tímabili. Við vorum að vinna, held ég, 21-11 eða eitthvað svoleiðis og svo var 26-25 eða eitthvað. Svo unnum við, held ég, 33-25 eða eitthvað. Of course. Ég dýrka þá, minnst þess að finnir. Já, geggjaður. Svo tókum við hvað, það var Fylkir. Já, ekki? Sunnu og Mikki, Kaper eða Kóper. Já. Það var einhvern veginn datt allt með okkur þar. Mingja þau. Voru fljótir að íta og taka hann. Já. Mér samt, sko, eins og með GTL, sko, Gym Tanning Laundry. Hún vildi meina að við hefum ekki vita þetta ef að... Þú vissir það, ég vissi það ekki, sko. Ég vissi það. Já. Það var svona sekundubrot, sko. Já, Þannig að mér finnst það líka svo geggjað í sig, sko, er að við vorum svo fljótir eita, stundum aðeins svo fljótir, eins og þegar maturinn var hann, mannst þetta því? Já, þegar við áttum eftir að fá löndin. Að spá klúður á minni hálfu. Já, það var ekki ekki, sko. Og svo var það Portugal sem við tókum í úrslitunum. Ég vildi eiginlega frekar, fyrirfram hefði ég langað mig frekar að fá Víking, sko. Hver var það eftir? Það var Tommi Steindós og sem var Birta hann á RÚV. Tommi Steindors? Já, fótbolta fréttamaður. Já, það er ekki Tommi Steindors, ekki Tommi Steindors? Nei, Tómas Þór. Tómas Þór, já. Einmitt. Já, Unnsteinn var búin að vera einhverju Rainman hann. Já, ég var smá hræddur við þá, sko. Já, ég líka. Sérstaklega Unnsteinn. En svo við sko grættum alveg á því að hann átti einhverja erfiða nótt þarna með krakkanum og eitthvað. Hann var ekki on his A-game, sko. Nei, ég líka, sko, ef við förum bara í þáttinn, að þá eftir hraðaspurningarna, þá var ég bara, shit. Já, þeir komist yfir. Já, við fengum 9 stig, sem betur fengum við svo 10 eftir að fóru yfir. Ég sagði Borgarfjörður. Já. Og vorum með nokkra klaufavillur. Eins og ég sagði 4 teningar í Yatzy. Já, ég sagði líka eitthvað heimskulegt. Já, þú sagðir að það var ekki, Noreg og Rússland var ekki. Já. Og eina ástæðan fyrir að ég vissi það var út að það var nýbúið að koma einhver frétt að Noreg var að fara að gera eitthvað svona girðingu alla leiðina, að loka á milli. Hann Björn on point. Hann það, kongurinn. Já, en svo leiði mér nokkuð vel eftir hraðspurningarna þeirra. Já. Ég var svo hræddur þú vorum með 9 stig og þeir hefðu bara fengið 15. Ég sko, mér leiði ekki vel að þeir komst yfir. Já. Þannig að ég var bara, við bara þurfum að træharda hérna, sko. En eftir almennu, þetta var þetta ekki frekar jafnt? Sko, það var 11-9 fyrir þeim eftir það. Svo held ég að við komist í 16-11. Já. Svo komist þeir í 16-15 eftir almennu. Já, einmitt. Þetta var drullu tæft þarna. Já, í byrjun. Já. Náttúrulega villi
virtist vera nokkuð stressaður kannski. En ég veit að svo áttum maður sig ekki á hvort þetta sé, þú veist, joke líka, sko. Já. Ég dýrka hann og dýrka Unnstein líka, veist, það er svo ógeðslega næs. Já. Og líka bara eins og ég sagði að þeir eru svo góður að tapa, sko. Ég veit, stemmingin hefði verið öðruvísi en við hefum tapað hana, sko. Það ekkert eitthvað svona, já, þetta var bara ótrúlega sanngjarnt og... Já, tökum hérna 14 myndir með Birni bara. Já. Ég bara, maður væri farin heim, sko. Já. Já, bara eitthvað, þetta var bara ótrúlega sanngjarnt og þeir, veist, ótrúlegustu hluti sem þeir vissu og ótrúlegustu hluti sem við vissum ekki, veist, þetta er bara, ég hefði ekki verið þannig, sko, ég hefði verið bara, hvað djúðis kjaftaði, bara, þorskur og lest og... Já, þetta er fucking ósanngjarnt. Það er líka eitt sem er ógeðslega fyndið sem að kemur ekki í sjónvarpinu, er að Björn heyrir alltaf í okkur. Já. Og það er alveg nokkuð moment í þáttur það sem við erum að kvarta og Björn heyrir. Já, við erum með hérna mæka hérna á okkur. Já. Og þú veist, við erum ofta að kvísla og allt sem við kvíslum á milli okkar, það heyrir Björn. Já. Hann ekki hinn hitlið, það er bara Björn með í eyranu. Já. Og það var hann eitthvað eftir hann að þorskadæmið. Já. Og svo var eitthvað svona pása á milli og það var eitthvað að vera að tjekka og ég segi hann fuck hvað þetta var ósækjast þetta með þorskin og hann fuck, já, hún var glatað svo springur Björn bara hlátri við vorum ekkert að grína, sko, ég var bara fuck hvað þetta var ósækjast maður, þetta var 8 ára já, bara shit, þetta er ógeðslega ósækjast samt að rústa já, við vorum 10 stigum undan eitthvað fuck hvað þetta er ósækjast en það var líka svo geggjað, sko, mér fannst já, ég held líka að ég hafi verið stressað fyrir fyrsta þáttin sko, út af maður, þetta er líka svona þáttur að sem að þú getur alveg komið ekkert eðlilega heimskulega út. Já. Þú getur lúka bara heimskulega. Algjörlega. En mér átti enginn gera það á móti okkur, sko. En ég bara segja, þú getur alveg lent í því að vera bara alveg, ég held að maður sé líka stressað fyrir því, bara public humiliation on TV. Nei, líka sko, málið er að þú veist, að því að við vinnum, þá hérna, vinnum bara seríuna, þá skilur þú veist, liðin sem að töpuð á móti okkur fattur við, það er no shame in that bara, maður vill það alltaf skilur, maður er alltaf vilja þeir sem að tapa við það er svo sem hendur maður út, það er alltaf svo sem vinnur sér ok, ég tapa alltaf á móti þeim sem að vann skilur, ekki einhverjum sem að datt bara út í næstu umferð þetta er líka alveg smá rugla sko eins og ég var að tala við fyrir þáttina það eru 96 lið sem hafa tekið þátt og 6 lið sem hafa unnið það er rosalegt sko. Við erum snillíkar en nú eru mörg ár síðan að við vorum saman í podcasti og það er margt að ræða en þetta er Christmas special við erum ekkert að fara yfir bara hvað er búið að vera í gangi bara síðustu ár í lífi okkar það er allt of langt, við getum frekar að tekja bara ef við höldum áfram með þetta, þá myndum við gera það bara þar við getum hins vegar að fara aðeins yfir árið ég til ef við byrjum bara að fara yfir hérna lagársins hvað finnst þið að vera lagársins? Sko, mér finnst líka oft svolítið erfitt að muna hvað er á þessu ári L.A. Hills er í fyrra L.A. Hills kom út í fyrra, já, það er samt lag ársins ég myndi segja það var lag ársins annar ári mér finnst það 100% eða ekki, flott, ok, það var næsta mál þættir ársins sko, erst þú með eitthvað pikk? Ég og Ingo hefum alveg hort á svolítið mikið af þáttum sko, ég myndi allavega maður er kannski svolítið blindaður af því sem er í gangi núna en þú veist, er ekki P. Diddy þetta er svolítið ofalega allavega jú, svo vorum við að horfa á Beast in Me hana á Netflix og svo From maður við horfum á það í fyrra en ég sagði að horfa From, varstu? Já, ég horf ekki á það Nei. Ég horf slítið á sjópi Já, þættir Já, það er ekki bara Diddy þættinir þeir eru allavega minnstir fá ógeðslega mikið publicity Já, quiz líka Já, quiz, það er rétt Ég sá inn á sínappinu að það kom inn eitthvað svona skjöldur á merkinu eitthvað tilnefnt til sjónvarps þáttur ársins eitthvað, já, það voru sjónvarpsvelunin daginn ok það verið síðast sér og það sem við ætlum að líka velja er hetja ársins sko, þú veist mér finnst náttúrulega alveg margir komið til greina bara eins og Björgunarsveitin eða þú veist, slökkviliðið eða þú veist, maður sem stoppaði þarna hryðjuverkamannin í Ástralíu en fyrir mér er það bara það var hérna einn af æskja sem stoppaði slagsmál á tónleikunum einmitt og man ekki, það varst þú það var ég, það varst þú, þú stoppaði slagsmálana á miðjum tónleikum við ekki að fá myndbandið upp jú, fá myndbandið skulum bara hérna horfa á það live þannig að ég geti lýst því sko nei, reyndar, það sést alveg í andlita á gaurunum og ekki bara þetta blöra jú, kannski þetta blöra sínum bara þig eða eitthvað já
Ok. Wow, sjáðu þið samt þessa hetju, hann vill ekki expósa. Ok, við sjáum þetta hérna. Já. Þarna í Ice Guys for Life. Já. Og ég sé þarna að það eru menn eitthvað að hatast í hvort öðrum. Já. Sérstaklega einn sem að pikka fæti eiginlega. Já. Ég hoppa niður af því að ég sé að gæslan ekki að sjá þetta. Já. Ég tek í hendina á hann. Já. Og segi hérna. Þú setur appelsínur í kottaverðarna. Sér þetta? Já, þetta er hart, sko, já. Það er eins og ég sé að skamma son minn. Já, ángríns. Ég segi, hei, slakað á. Líka í miðum dans. Já. Þú veist, fyrir mér er einungis hetja sem myndi gera þetta. Já, ég er sammála. Ég tek þessum titli af hógværð og hreinskilni. Já. Og það er alltaf næsta ár fyrir slökkviliðið og björgunarsveitin og það. En það sem að þeir mega eiga, hérna, þeir voru bara eitthvað að kýtast þessi gaurur þarna. En þú veist, þetta hætti alveg þarna. Já. Það var ekkert vesen. Nei, en þetta hefði náttúrulega, málið er að þú sást þetta og þú hugsaðir, þetta getur orðið bara Riot. Þú veist, og öryggisverðirnir, ef allt krátið espast upp, þeir geta ekkert gert til að stoppa þá. Nei, sérstaklega ef ég skerst ekki leikinn, sko. Já, ef þú hefur ekki stíðað inn, þú veist, það væri þetta bara eins og hann að Rush Area 51 dæmi, sko. Við verðum bara ennþá að díla við þetta í dag. Við verðum ennþá að díla við þetta í dag ef þú hefur ekki stíðað inn í þetta. Já, en talandi Ice Guys, djöfull var það gaman, maður. Já, það var, já. Ég fór á kvöldtónleikana, það var klikkað. Er það ekki? Jú, mér finnst það geðvitt. Og hérna, þetta er svo geðvitt sjó. Tókuð þið meira af ykkar eiginlögum núna en í fyrra? Eða var það bara þannig minningunni? Ég held þetta sé jafn mikið og í fyrra. Ok. Mér finnst það nett, sko. Já. Og Elli Egils, mér líður eins og þegar þú tekur Elli Egils að þú ert eitthvað svona warlord í Mad Max eða eitthvað, skilur, bara lappar út okkur helli og það er bara mjög orka bara, og eldur og, eða skilur þú veist, ég fæ bara gæsa og bara það var alveg að hugsa um það, sko. Það var alveg trillt að dreið, sko. En já, þetta er ógeðslega skrítið að núna er bara mánudagur að ég er búin að vera með hausinn við þessu tónleika bara í hálft ár. Já. Og það er einhvern veginn allt búið að leiða upp að þessu augnabliki og þessum degi. Já. Það er skrítið þessi búið. Já. En nú er akkurat 6 mánuðir í þína tónleika. Þannig að nú taka þeir við. 5 mánuðir. 5 mánuðir, já. Já, 15. maí, það er ennþá uppselt. Já, 5 mánuðir er rétt. Já. Það er ennþá uppselt. Það er ennþá uppselt, já. Ok. Í miður, enga miða að fá. Það er bara uppselt. Herra í höllinni, 2026. Það er rosalegt. En hvernig er eins og, hvernig mætur upp í höllina? Þið, allir? Við mættum kvöldi áður. Já, gistu þarna? Nei, það hefur þetta geðvikt, við þurfum að gera það næst að taka slumber party. Já. Hérna Já. Við við mættum kvöldi áður og tókum æfingu svona á sviði og svo mættum við 9 daginn eftir. Sama dag. Já. Sama dag á tónleikadir þá mættum við 9 morgunin og vorum með fyrsta sjó klukkan 12 og svo 3 og svo 6 og svo 9. Hún búnir þarna eitthvað rétt fyrir 12. Mér er svo rosalegt að þið klárið ekki röddina eða neitt, þú eru að syngja svo ógeðslega mikið. Já. Ég get klárað röddina bara á 3 lögum, sko. Ég veit það, þetta er bara hvernig maður bara lærir að pissa sig, sko. Já, ég hugsa samt líka að ef maður myndi fara í eitthvað svona, að þá myndi ég alltaf fara og læra að syngja, skilur. Þetta er bara, maður er bara að beita röddinni vitlaus, skilur. Það er líka allt annað eins og fyrir mig, þú veist, ég finn rosalega mikið mun á að vera með innir. Já. Ég veit ekki hvað það er svona þessi söngvara heyrnartól. Já. Þú veist, að annarkvort heyrur í þér bara í hátölurum fremst á sviðinu eða í svona heyrnartólum. Og þegar maður er með heyrnartólin, allavega fyrir mig, þá svona syngur maður að maður passa sig meira hvernig maður. Já, ég sammála, ég var með það held ég bara fyrsta skiptið þegar við vorum að græna hattinum. Já. Og mér fannst það geðvikt, sko, út af því að, þú veist, þegar þetta er í mónitorunum, þú ert einhvern veginn að reyna að syngja svo hátt til að heyra ógeðslega mikið sjálfur og þú svona áttar þig á hvernig þú beitir röddinni í innir, sko. Já. En já, Ice Guys, það var ógeðslega skemmtilegt. Við ætlum að gera, planið er að gera eina tónleika í viðbútt í desember á næsta ári. Svo bara búið? Svo búið, sko, það er planið allavega. Shit. Já, ekkert planið, jú, það bara þannig, við ætlum bara að hætta. Já, minnst það rosalegt. Já. One final bang. One final bang, sko. Já, minnst það rosalegt að sé að hætta.
En ég skila samt alveg. Þetta er alveg ógeðslega mikið. Já, þetta er mjög mikið, en þetta er líka þannig konsept að, þú veist, maður vill, að því það er allt búið að vera svo stórt og ganga svo vel hjá Ice að maður vill einhvern veginn gefa konseptinu það að hætta þegar það er gengur, skilur. Bara að fólk vill freka meira en bara svo Friends. Bara svo Friends, kallar minn. Já, ég skil það svo sem út að líka þetta er svo mikil vinna og mikið, þú veist, þetta svona kannski tekur ógeðslega mikið yfir árið, skilur. Rosalega, já, svakalega. Og svo vilja menn kannski ekki vera alltaf tengdir við þetta, skilur. Þetta er skemmtilegt tímabil, þú veist, á ferðinum, en maður vill ekki endilega þetta bara svona skilgreini mann. Herra Nutsmjör í Ice Guys, bara til 40 ár. Já, einmitt. En hvað er þetta þér? Bara geggjað, sko. Ég er náttúrulega eignaðist barn hérna núna 20. október. Til hamingju. Það var rosalegt á Akranes. Já. Það var reyndislegt. Skjöldur. Hreitt Skjöldur, Huginsson. Nei, við erum ekki búin að skýra. Við erum að skýra á laugardaginn. Nei, sundaginn. Ef þetta verður ekki komið út á Kalli Bjarni Huginsson. Nei, já, bara ég var búin að vera að vinna, kláraði skólan. Já. Búin að vera að gera eitthvað tónlist, samti tónlist fyrir eitthvað fólk. Eitthvað fólk, já. Já, þú veist, nokkur. Já. Fyrir eitthvað fucking fólk. Fyrir eitthvað, já, bara fyrir tónlistafólk og svo er ég búin að vera að vinna í esjuverk. Ég var í fæðingarólofi, tók mánuð. Takk fyrir. Búið svolítið eftir þá? Já, ég var svolítið eftir. Ég hugsa að ég fari reyna að taka aftur í febrúar eitthvað. Já. Fara út. Við varum svona gæla við það. Þið verið úti þá? Já, mögulega. Mögulega. Þannig að það er reynir bara, annars er ég ekkert búin að gera mikið. Ég er bara búin að vera heima, chilla. Gekja. Spila, ég keypti með PlayStation Portal að daginn. Það? Ég gerði það. Og ertu búin að spila? Ég er búin að spila mjög mikið. Það? Bara sóloleiki. Hvert spila? Alan Wake 2. Nei, sko bara nokkur dögum áður en ég var að pæla í svona daginn, þá kom update í PlayStation Portal. Það sem að þú getur strengt leikina, þú þarft ekki að tengjast PlayStation-tölunni. Okay. Þannig að þú getur bara að stríma þá í gegnum bara netið, þannig að þú getur einnig verið með bara í stúdíu og spila. Og það er geðvægt að spila sóloleiki, skilur. Og svo auðvitað að grípa í þetta. Finnur ekki fyrir lagginu það? Nei. Okay. Bara ekkert, sko. Og þetta er svo næst, þú veist, ef ég er með Lilla eða eitthvað og hann er sofandi eitthvað, svo auðvitað að grípa þetta. Þetta er ekki eins mikið svona dæmi og að kveikja á sjónvarpinu, setja sér heyrnartólin, VR-gleraugun. Nei, já. Við erum ekki búin að koma inn á það, en við erum sem sagt í Teboð. Já, Teboð stúdíóli. Þetta er ekki nýja félagsmiðsta stúdíó. Nei, við heyrðum í stelpunum í Teboðinu, við komum upp saman, sko. Á sínum tíma. Já. Félagsmiðstöður á Teboðið, við vorum í sama húsnæði. Já. Og notuðum sama stúdíó. Já. Sem var bara breytt á milli þátta. Já, það var svakalegt. Þeir voru alltaf bara með bara eitthvað svona sett rulluð upp. Já. Já. Og já, það veit þetta örugglega enginn. Nei. Þegar þú horfir á gamla, þú horfir á félagsmiðstöðina og bara gömlu Teboðstættina, þetta er bara sama stúdíó. Þetta er sama stúdíó. Það voru fleiri líka. Já. En já, bara takk kærlega Sunniva og Birta fyrir að leyfa okkur að vera hérna. Vonandi fáum við að vera hérna bara ógeðslega mikið. Þetta komið svolítið óvart hvað þetta er eitthvað svona grand og juicy hérna. Þetta er ógeðslega flott. Þetta er ógeðslega næs. Allt í einhverjum labúbús og... Já. Og einhverjum... Algjör stemming, viltu labúbúa? Líka Harry Styles hana. Já, næs. Þetta er amerískt. Hver er Diet Coke? Er það ekki með smá sykri? Ég veit það ekki. Ég held að alltaf ég var yngri. Ég var hringi að spyrja. Hringi var að spyrja. Heyrðu, er eitthvað fleiri sem við viljum ræða eða kallt það gott? Heyrðu, ég ætla að taka því í hérna 5-faldan okkar. Já, auðvitað. Byrjuð þú að taka mig. Ok. Varstu með það? Já, ég er með, en við þurfum að hafa tíma á því. Já. Við þurfum að taka 5-faldana því þetta er Quizma Special. Hvað var þetta, 30 sekundur eða? 20 sekundur? Ég held þessi 30. Ok. Það fyrir eftir hvað, höfum 20, mitt er ekkert rosa erfitt, held ég. Ok, 20. Ok, Ice Guys meðliminir eru 5. Já. Fyrir utan mig, já. Nefndu plötur sem þeir hafa gert, solo. Rúrik Older. Nei, það er ekki plata. Frikki gerði Rafræn. Jón gerði
Sooner or Later, Allt sem þú átt. Ok. Aron Kahn gerði Trúbi. Búið. Var það rétt? Sko, Sooner than Later, það? Sooner or Later. Svo sagði ég líka Allt sem þú átt. Já, ég held nefnilega... Wait for Fate, Já, og Allt sem þú átt sko frikkaplata. Allt sem þú átt. Eða ekki? Nei, já, Allt sem þú átt frikkaplata. Það fyrsta platan frikka. En það samt, ég geði samt rétt fyrir það, því að hann einn af meðlum Ice, þó að þú hafi sagt að Jón Jónsson ætti plötuna. Já, en ég sagði það rafræðin. Hæ? En það sem ég að syngja... Það lag með Jóni, sem heitir Allt sem þú átt. Já, ok, en hann gerir plötu sem heitir Allt sem þú átt. Já. Ok, og Trúbi var rétt. Trúbi rétt. Þú fyrir 3 stig af 5. Gekkja. En býtu hvað? Af 5? Já. Ég baði bara að nefna 5 plötur. Já, með okkur sem erum með. Ég held ég hefði max getað fengið 3 þá. Út að Rúrik ekki með plötu og ég nefndi eina fyrir... Ok, ég skildi það. Skildir ekki spurninguna? Nei, þannig að þetta var rauninni klúður hjá þér. Ok. Ég er kvíðinn fyrir þessu, ok. Nei, sko, ég smá að hugsa, sko, bitið svo leiðilegt með þitt. Það? Já, smá boring. Ok. Þú með tíman, eða ekki? Jó, ég er aðeins að hugsa hvort ég aðeins að breyta. Nei. Meðlimir Ice eru 5. Fyrir utan sjálfa þig og fyrir utan plötuna sem ég nefndu 5 plötur. Wait for Fate, Þekki strákin, Lengi lifum við og Dætur og mæður. Er það 2 plötur? Já, nei, þetta 2 mismunandi plötur, Dætur og mæður. Hvað sagðir annar númer 3? Ég sagði, Lengi lifum við, það er plata með Jóni. Ok, vel gert. Þú varst fucking jetin. Já, ég var það. Viltu heyra hvað ég var originalin með? Já. Nefndu 5 undirtegundir Volkswagen. Ég geti, þú veist, Passat, Polo, Golf, Touareg. Já. Ég veit ekki annað. Volkswagen Bjalla. Já, ok. 5. Takk. Wow. Þið er góður í þessu. Þú ert yndislegur. Maður held að við unnið quiz. Án gríns. Mér finnst geðveikt. Mér finnst alveg, ég er mjög stoltar að við hafum unnið quiz. Mér finnst það, ég er miklu stoltar að það en fólk myndi halda, sko. Mér finnst það geðveikt. Hvort er þú stoltar að hafa unnið quiz eða vera með BS í sálfræði? Það er unnið quiz, sko. 100%. Það er miklu fleiri sem eru með BS í sálfræði heldur en að unnið quiz. Það eru 6 liðir sem hafa unnið quiz. Já. Það eru örugglega... Það eru 12 manneskjur þá. Já, 12 manneskjur. Þetta eru margir sem eru útskrifaðir sálfræðingar. Já, það eru mjög margir. Ógeðslegir. Alltaf 100% fleiri en 12. Já, þetta er örugglega allavega í kringum 20, myndi ég held að. Minnstalegi. Já, nei, svo finnst mér líka, sko, bara þegar ég er einhvers þar og finnst mér fólk vera að tala við mann þetta. Já, það. Bara í búðum og eitthvað svona random, svona maður áttar sig ekki alveg á hversu margir horfa á þetta. Einmitt. Þegar maður er bara eitthvað sjálfur að horfa á þetta. Ég held líka að mér myndi ganga verð, þú veist, í þættinum heldur en þegar maður er heima. En mér finnst maður samt einhvern veginn ganga betur on the spot. Já, sko ég held... Flestir halda þetta sér öfugt, held ég. Það er öfugt. Sko, nú hef ég náttúrulega reynslu á að keppa með þér og einhverjum öðrum. Já. Ég var með Everúsu í fyrsta þætti í fyrstu seríu. Já. Svo tók ég líka quiz ársins. Það er allt annað þegar maður er, eins og þú veist, við erum svo góði vinir og þekkjum svo vel og bara orkan sem að við bara erum með, þú veist, þegar við erum saman. Já. Þá er bara, við erum svo miklu, þú veist, við erum svo miklum heimavelli þegar við erum saman í liði. Algjörlega. Það er maður bara rólegri og þú veist, ég bara treysti þér til þess að svara því sem ég veit ekki og þú treystir mér. Algjörlega. Til þess að svara því sem það er líka, mér finnst líka oft, sko, bara steraði spurning sem að er in your lane, þá svara ég ekki og öfugt, skilur, þú veist. Við erum þetta bara snillingar. Þú veist, í rauninni, og ég held að fólk átti sig ekki á, þetta er ekki eins einfalt út og lukkar í sjónvarpinu, sko. Við ætlum að gera 20 þáttar seríu hvað við erum miklu snillingar í quiz. Já, þetta var, mér leið allan eins og þetta væri auðveldara í sjónvarpinu heldur en heima. Já. Og ég er alveg sammála, ég held að mér hefði ekki liðan ef ég hefði verið með einhverjum sem ég þekki ekki eins, þekki bara eitthvað smá eða eitthvað, skilur. Þannig að ég held að það hafi ekkert verið neinir eitthvað svona ógeðslega nánir hana. Nei, bara alls ekki, sko. Og Jón Gnarr og Sveppi. Já,
Patrikur og Binnir. Já. Þeir eru alveg homies. Þeir eru homies, sko. Mér finnst það ógeðslega fyndið þáttur, sko. Já, þeir eru náttúrulega ógeðslega fyndir. Og líka það sem var annað í gangi baksviðs, dramaði, það var eitthvað drama. Á þeim? Nei, ekki á milli þeirra. Eitthvað drama. Ég man ekki. Ég vil ekki segja. Já, ok. Þau vera bara eftir. Já. Við náttúrulega glemdu kannski líka að taka kynna Björnaði sinn. Já. Partinans Björns. Og innan skams. Og fá hann í lokið. Já, eða ekki bara. Jú. Það leynigestur. Það Björn Bragi. Björn Bragi, vertu hjartanlega velkomin í settið. Heyrðu, hjartanlega velkomin í félagsmiðstöðina. Takk hérlega fyrir. Fallegt sett hjá okkur. Já, takk. Við vorum að hendis upp. Ég hugsaði að þetta eru Árni og Huginn. Þetta er þeirra stíl. Já, algjörlega. Við erum sigurvegarar, 7. seríu. Heldur betur. Og þvílíkir sigurvegarar. Já. Ég hendi nú bara í Kosmósið að þið væri mögulega, að þið væri að minnst okkur eitt sterkasta lið sem ég sá það. Ég sá það, já. Og þá fór ég að hugsa, er búið að taka þetta saman? Heildar stiga fjöldi yfir... Sko, ég ætla að gefa ykkur það að þið eru sko það lið sem hefur unnið örugustu sigrana í sögukviss. Þá er ég að meina sko, við höfum aldrei verið með lið, og nú er ég að hrósa ykkur alltaf mikið sko, það er ekki gott aðeins sko, sem að vinnur, þú veist, það voru eiginlega engar keppnir spennandi framöndu lokin. Það reyðast aldrei á lokspurningunum ykkur sem gerist eiginlega alltaf í kviss samt sko. Þannig að þú veist, þið þarna alveg rústuðu fyrstu, þú veist, önnur endaði bara á fyrri 3 hint held ég. Já. Og seinni 2 bara fyrir 3 hint sko. Sem er náttúrulega, þú veist, ég er ekki ánægð með það því ég vil hafa þetta spennandi algjörlega, en við sko bætum við fyrir það með því að vera svona skemmtileg. Ég veit það. Annars hefðu þið þurft að skrifa ykkur út úr þetta. Það er ekki svona skemmtileg þess. En ok, þannig að við erum basically besta lið allra tíma. Já, besta lið allra tíma. Hér heima og erlendis. Eitt sem að við erum með, sko, það eru nokkur hluti sem við viljum fara yfir og kvart yfir. Já, ég ætla að byrja að segja, sko, áður og kemur að því. Ég er mjög hræddur að vera þetta, sko. Er það ekki? Ég bóður hingað í, sko, einhverja götu í Kópavogi á skrýtnum tíma og ég hugsaði þeir fara að drefa mig. Það er líka mjög mörg, svona dimmt yfir hérna. Svo ég er eiginlega ennþá hræddar eftir því svo settið, sko. Búið einrítið þessu 2 mestu gríp í heimi, sko. Með eitthvað bleikt jólatrí og ballerínakeks og eitthvað. En bara go ahead. Sko, það sem við viljum ræða, að sjálfsögðu. Við viljum ekki fara í þorskin. Nei, einmitt. Við viljum ekki fara í hann. Já, ég meina það er bara svona eitthvað sem við þurfum einmitt bara svona að lifa með. Svo stundum fær maður ekki úrlausnir á einhverju erfiðu trauma. Það er ekki closure. Við þurfum bara að læra að fyrirgefa. Stundum er ekki closure, en maður þarf einhvern veginn að bara, þú veist, tíminn. Við erum ekki komin yfir lestina. Nei, lestin, já, í loka, já. Vil ég fara í það? Við viljum svolítið fara yfir það, sko. Ég skil þinn punkt með því að þú sagðir hann 1863 og náttúrulega lestir voru til fyrir það. En þetta er lest. Hvort sem þú sé ofanjarðar eða neðanjarðar. Og ég get sagt ykkur, sko, þú veist, það sem var svo, sko, ég náttúrulega nefni fyrsta neðanjarðarlestakerfi heims, sem er London. Fyrsta skýt sem þetta kemur upp, sko, það var að fara yfir þetta, sem er 1800 og ég var ekki 60 eitthvað. Já, 63. Já. Svo náttúrulega er ég að fara að tala um eitthvað, sko, til dæmis, það er skyndibitakeðja sem að heitir eftir þessu, sem er Subway, sem er þá neðanjarðarlest, og svo framvegis, sko. Metro. Já, Metro, já. Þannig að, þú veist, þannig að ég er bæði búin að segja í fyrsta hindi og svo er að fara að koma meira skilu það sem ég er að fara að segja neðan er að lest. Aðalpunkturinn minn er síðan, þegar þú sagði lest, þá, sko, þegar það kemur upp svona mómenta sem að lið segir næstu í rétt svar, þá gef ég smá svona móment. Já, svip. Ég gaf þér svip, skilur. Og ég fattaði það, en ég fattaði eftir á að orðið var nálægt. Ég held að konseptið væri nálægt, þess að það fór í sporvagna. Ég sagði þetta beltisvagna, en sporvagn. Þú fóst eiginlega fjær réttu svarinu. Þannig að þú veist, að því að svo líka vil ég ekki, sko, ef ég myndi segja þig, þetta er næstu í rétt, hvað er alveg rétt svarið, þá er ég líka búin að gefa andstæðingnum ef þú segja ekki rétt, sko. En ég held líka að það sem að særði okkur svo mikið í þessu er að við í rauninni gáum þeim svarið líka. Já, einmitt. Þeir voru way off. Eitt eru já, það sem ég vildi segja. Þið unnið samt með 7 stigum, sko, en ég skil... Við höfum aldrei unnið með svona lítið. Nei, þið hefðu unnið með 13 stigum. Við þurfum eftir með byggarinn. Takk. Sko, þetta er nefnilega, ok.
Íslandsmeistari í spurningakeppni. Ég vil ekki það hljóma eins og við séum vanþakklátir, en við erum tæknilega séð heimsmeistarar í spurningakeppni, af því í fyrsta skipti var Portúgal og Bandaríkin að keppa. Ég veit það. Þannig að við ættum í rauninni að fá annan bikar, finnst mér. Já, ég er alveg sammálað, sko, þegar við byrjuðum þá var þetta náttúrulega Íslandsmót, svo er þetta bara búið að vaxa svo mikið og ég meina, þú veist, þetta er orðið heimsmeistarmót, sko. Ég myndi líka vilja, sko, að við myndum fá svona minni bikar, quizmeistarar 2025, Ríkjama, sem við meðum eiga. Já, akkurat. Ég er alveg hrifinn af því líka. Og því ég er búin að fá, sko, þegar ég setti í story, þá fekk ég frá 2 keppendum til hamingju velkomin í hópinn og farað undirbúið undir þeir hrifsa bikarinn að þér. Já, akkurat. Ég veit. Og ég byrjar undirbúið. Já. En þú þarf að fara í Reykjavík MMA að sækja. Já, ég segi bara gangi ykkur vel að ná hérna bikar, sko. Hann verður inn í einhverjum svona oktagón. Já, það er ekki einhverjir bara krakkar í handarhlaupum að fara að verja þetta, sko. Nei, akkurat. Þetta er ekki eitthvað þróttur eða fram eða aftur. Nei, þú þarf að fara í gegnum alvöru durta þarna, sko. En mér finnst samt farandbikar gott koncept, sko. Er það? Já, algjörlega bara það er bara minna fyrir okkur einhvern veginn. Já, mann langar bara að hafa þetta upp á vegg. En svo, sko, ég er stoltur, mjög stoltur af þessu. Já, þið megi líka vera það. Og ég meina, þú veist, þetta er líka quiz er að stækka endalaust og þetta er langstærsta seríun okkur í áhorfi. Þið náttúrulega voru geggjaðir og þættirnir með ykkur mjög vinsælir, takk fyrir kærlega. Og nei, svo líka bara uppáhaldslið fólksins eru liðin sem eru bæði fyndin og skemmtileg og góð. Þannig að og þið voru það. Takk fyrir það. Við ætlum nú að taka þig í hraðarspurningar. Almennar spurningar. Nei, hraðarspurningar. Þetta eru hrað. Já, þetta eru hrað. Ég sko, ég ætla ekki að vera með neinar afsakanir og enga svona varnagla. Jú, kottum með það. Ég ætla að svona vera eitthvað, ég er bara þreyttur og eitthvað svona. Þú ert quizkongurinn samt. Kottum með það. Og þetta er Quizmas Special. Og við byrjum. Er þetta hraðarspurningar? Viljum við ekki svona eitthvað, Nei, við getum tekið bara eftir á, bara. Já, við getum velt þeirra eftir á. Og við byrjum núna. Hvaða bæri er á milli Selfoss og Kolsvallar? Hella. Hvernig uppgötu líka maðurinn? Í baði. Hvaða bíómynd seldi flestar DFD á einum degi? DFD. Ég hef ekki hugmynd, bara eitthvað, veist ég, Lion King er Vaff og S, sko. Þetta er hraðspurningar. Já, sorry, bara Spiderman. Rangt. Var þetta þorskadæmi út af afbrýðisemi? Já. Hvað heitir umhverfis, orku og loftslagsráðherra? Jóhann Páll, nei, Jóhann... Rétt. Jóhann Páll, já. Fílaru piercings? Nei. Hvað er póstnúmerið? Ég finnst eiginlega þægilega að fá þína spurningar, sko. Hvað er póstnúmerið 545? 545, það er komin eitthvað aðeins lengur en Söðakrókur, þú veist, Hofsós Söðakrókur? Nei, hann er svona 540 eitthvað svoleiðis. Er ég ekki rétt slóðum? Jú. Við erum ekki alveg komin í Dalvík og eitthvað svoleiðis, það er nær 600 eða ekki? Já. Ég er ekki alveg, Blönduós. Rátt. Hvað er það? Það fyrir maður eftir. Ok. Akkur stálstu spilun á mér? Herru, til þess að gefa Sjöpp, gömlukonni sem var koma að horfa á quiz, sem var að horfa á alla hætti, já. Okay. Amma, vinkonu, Villa. Okay. Ég vildi gefa henni spilið í jólagjöf og sendi henni kveðju, sko. Og skrifaði til hennar jólakveðju á svona quiz, þú veist, eitt af spjöldunum. Það er svona stál í þínu spili, en ég var að koma með annað. Já, það er rétt. Ég bara, ég var reiður þegar ég skrifaði það, en ég kom svo með það. Eðlilega. Reiður og fullur. Hvað á Jón Jónsson mörg börn? 4. Hann við stundar kynli 4 sinnum, eignast börn í öll skiptin. Þessi spurning er tvíþætt, hvað áttu mikið pening og af hverju lætur mig alltaf borga? Ég veit það ekki alveg, við báðum. Og að lokum, hvers konar fisk kalla Spánverjar bacalao? Saltaðan þorsk. Rámt, það er þorskur bacalao con sal er saltaður þorskur. Ég veit. Til hamingju. Takk. Þetta gekk nú bara nokkuð vel. Náðir flestu, en það sem kom ekki var Leitin að Nemo. Leitin að Nemo, vá, ég hefði aldrei getað það. Þetta er svona smá fiskþema.
Já, ok. Svo erum við með það Jóhann Páll Jóhannsson, líka rétt fyrir Jóhann Páll. Já. Póstnúmerið 545, það Skagaströnd. Það Skagaströnd, já. Ég er þaðan. Við ákveðum að henda því inn. Ég hugsa, já, allra. En ég var á réttu slóðum. Já, mjög náður. Við erum með eina almenna spurningu í lokin. Ok. Hvernig dirfistu? Djók. Hvað eiga þessi orð sameiginlegt? Já. Ok. Það er búin að tæma hugan. Þessi er góð. Hvað eiga þessi orð sameiginlegt? Kettlingur, vettlingur, rík, tík, hús, já, ég skal segja það strax. Mús, þau rýma bæði á íslensku og ensku. Rétt. Shit! Snillingur. Takk. Þú ert snillingur. Og líka og skítur og þrítugur. Já, skítur og þrítugur. Átt þú þessu spurningu eða? Nei. Hver á þessu spurningu? Ég held að ég ætla það. Já. Ekki reynilega ekki. Kannski átti ég hana bara. Einmitt. Þú ert snillingur. Gæti alveg verið. Nú er ég svo að hugsa á mikið, datt út sem viðmælandi, sko. Já, ég ætlaði líka að segja að, sko, áður en tók þátt, að ég hef alltaf hort á þetta, á quiz, og finnst þetta svona miklu meiri stemming heldur en Getur betur og kappsmál allt þetta, það sem þetta er, þú veist, fólk heima getur tekið þátt þessu, í hinu, þú veist, þú átt ekki séns, eða þú ert ekki búin að æfa þig, og það er ekki hægt að æfa sig fyrir þetta. Einmitt. Ég ætlaði eitthvað að æfa mig fyrir fyrsta þáttin, og ég les svo lítið fréttir, en þú veist, ég hitt ekki á neitt, sko. Ég fór og svaraði hann að frétta sjöunni eða eitthvað á Vísi. Já, mér finnst einmitt, sko, fólk nefnir þetta oft líka, bara ég er ekkit inn í neinu eitthvað svona, en það er ekkit pointið í quiz, sko. Þú veist að hérna, þú veist, þú varst nú að gera grínaði í þættinum að ég var að spyrja um einhverjar pítusósur og eitthvað svona, sko. En mér finnst það líka að vera svo skemmtilegt. Að vera, sko, þú veist, þetta er ekkit eitthvað að vera alveg bara búin að, hérna, þú veist, já. Mér fannst rosalegast að var þegar þú komst með hann að viðtíkingaháttin við Laufey og hann að Magnús Karlsson og Jón Gnarr. Þið náttúrulega, herri, ég ætla líka að gefa þér, hérna, sameiginlegt spurninguna. Ég var búin að sýna 2 atriði. Bílana, það var fáránlega gott, sko. Og, herðu, ég ætla að gefa ykkur líka eitt viðbót, þetta er eins og ykkur hérna algjör. Það var hérna fyrstas almenna spurningin í úrslitunum sem var hérna spurtur um orð og ég var að spyrja um svið. Að ég er búin að prófa þetta á fullt af liði og það hefur enginn fattað þetta svona hratt. Í alvörunni? Líka þú hefur ekkert verið í háskóla. Já, þú veist. Hann er maður götunar. Já, algjörlega. Ég var að horfa á úrslitinu og ég er bara eitthvað svona, þú veist, svið, eitthvað, var ekki eitthvað háskóla ég sagði hérna, orðið er notað til þess að tengja líkar námsgreinar saman í HÍ, það er svona svið, skilur eitthvað. Þetta á vísindasvið og eitthvað. Og svo er þetta matur og svo tengist þetta starfið tónlistar fólks og leikana. Já, ég er nefnilega hérna, ég tengdi alltaf þegar þú sagði sko matur og hérna skemmtikraftar. Því ég á línu sko, það sem ég segi, ég er eitthvað, ég er svið eftir hálftíma. Ég hef hugsað svið, fattaru, á báða vegu, sko. Þetta er það sem ég elska í rapptekstum og mér finnst svo mikið missing þegar það er bara svona eitthvað, skilur við. Það er þegar það er clever og svona þessi, hérna, tvíræðinni, skilur við, þú veist. Lambasvið og að fara upp á svið. Já, þú hefur farið upp á svið, bæði svið. Já, það er Herðu, Björn Bragi, það var bara frábært að fá þig í heimsókn. Takk fyrir mig. Takk fyrir þitt framlag. Kaupið spilin til þjóðarinnar. Herru, já, hefðu ekki átt að vera með spilið eitthvað svona? Það er sniðugt. Já, náðu ég það, sýndu þið það. Er þetta klipt? Já. Frændi minn klippir þetta. Já, nei. Það er 8 ára. 8 ára. Klippir þetta í iPadum sínum. Er ekki allt, sko, í dag, er maður ekki bara með eitthvað 8 ára gæja í að klippa svona content og eitthvað svona? Jú, sko, við verðum eiginlega að lifta þessu, ég held að borðið sjáist ekki. Já, þetta er svona. Já, ég er náttúrulega hefði að koma líka með hinspilin, krakkarspilinu. Þetta er komið í allar helstu verslunir. Þetta er eiginlega bara farið úr þeim líka, sko. Já, nei, ég segi svona, en þú veist, þetta er, jú, það ég held að... Hvað er þetta til? Veistu hvað þetta er til, bara 100%? Já, Bónus, Hagkaup, Netto, Spilavinir, Pennin, A4, Leikfangaland. Shit, þú komin inn í allt. Og hérna, já, þetta er, ég menn allir sem vilja selja vörur, þeir eru með pubquiz og krakkquiz og stubakviz. Þetta er sögulegast að spila á Íslandi í dag. Já, og hvað er næst sögulegast að spila á Íslandi? Nú, það myndi vera krakkakviz 5. Ok, en þriðja? Það er stubakviz. Vá, takk. Nei, þetta er líka bara, hérna, svona, hérna, allur hróki, þetta var nú grínskó hjá mér, en hérna... En þetta, hérna, er náttúrulega bara, þú veist, ég hef svo gaman að þessu, ég legg svo mikið í þetta, hjarta og sál, bara ég að gera skemmtilegt spurningaspil og
mér finnst það bara með allt sem maður gerir í lífinu, maður hefur svona mikið áhuga á því og passion og bara setur svo allan í það, þá gerist eitthvað geggjað. Algjörlega. Ég meina þið þekkið þetta vel. Það þú veist nú svona þráhyggjumæður eins og ég. Já, jú. Og þú örugglega líka, ég þekki það aðeins meina, en ég tilbúin að vita meira. 100%. Ég ætla líka að spyrja, þegar þú ert, eins og núna, þegar þú ert að semja spil nr. 5, sestu bara niður og bara jæja, eða ertu að punta yfir árið eða hvernig? Já, punta yfir árið klárlega og bara endalaust. Ég svo kemur stundum alveg svona eitthvað, þú veist, þetta pottitt bara eins og bara þegar þeir eru að semja textaða tónlist, sko. Þú veist, stundum bara eitthvað andi yfir manni og stundum maður bara með eitthvað blokk, sko. Þú veist, að ég get sest og það bara dælist út með eitthvað snild, sko. En svo ég líka svo mikið bara, heyrðu, þetta verður að fara í þáttina, þetta er svo visual og fyndið og það verður gaman að sýna þessa myndir mitt, eitthvað svona skilur, og svo þetta kannski bara get ég haft í styttri útgáfu í spilinu og svona. Þannig að þetta er svona svo ég kom með fiskitengingu sem að hefur tengt svona okkur aðeins saman. Þetta er eins og vinna eitthvað fisk, sko. Fissin fyrir hingað og svo fyrir eitthvað annað hingað og ég mun aldrei geta borðað fisk aftur. Nei, ekki heldur. Við þurfum ekkert að fara bara í fisk saman og grafa stríðsöksuna. Grafin fiskur. Heyrðu, takk fyrir okkur. Takk fyrir mig. Ætlaði að gera meira af þessu podcasti? Ég veit ekki, það fer eftir ykkur sem ekki hlusta á þetta og horfa á þetta. Já, mér finnst þetta gott dæmi, sko. Ekki? Jú, mjög. Við vorum alltaf með þetta og svo kom COVID, já. Já, við vorum með í COVID, svo hægt í COVID. Já. Það fórum við að gera annað. Já. Og nú erum við svona spá hvort að við Mundum við gera þetta í þessu setti áfram eða? Það væri ógeðslega fyndið. Kannski. Búið til meiri tekjur fyrir teboðið. Já. Teboðið, er það ekki stærsta félag á Íslandi í dag? Jú. Eftir að gengið alveg að klæka svona mikið. Teboðið. Jú, þetta er alveg hjúts. Já. Þú átt 30% í teboðinu, eða ekki? Jú. Ég er stærsti hlutafinn í teboðinu. Ég er stjórnarformaður í teboðinu. Geðveikt. Viltu kaupa þinn í félagsmiðstöðina? Já, maður. Já. Félagsmiðstöðin, þetta er gott. Já, það er metið á 4 milljóna. Já. Svona er öll viðskipta svona tilboð sem er í dag. Það er eitthvað, við erum að byrja með þetta, með þetta á 4 milljarða. Af hverju? Að gangi eitthvað með það. Já, sprota fyrirtæki. Já. Sjáðu hvernig ég tafði af þau getur endað Mér finnst það bara geðveikt og bara losna við mig. Þetta er bara stórkoslegt. Við þurfum með okkur restan af þættinum. Ég er náttúrulega bara, hef ekkert betra að gera, sko. Já, bara geðveikt. Nei, bara... Varst 65 mínútur á leiðninga? Já. Nýta ferðina? Þið eru líka, má fólk vita hvað þið eru það? Já. Þið eru í Urðarhvarfi. Já. Þetta er ekki alvöru gata, sko. Jú. Nei. Við erum í Vaxendunum, við erum í 203. Já, 203, þú veist. Það, já. Á annarri hæðina. Stíðu alveg þér. Á annarri hæðina. Já. Ég hlakka til að fá svona bikar sem við megum eiga eilífu og ég hlakka til að koma aftur í þáttir einhvern tímann. Já, herri, Sóli var nú að senda helgina og vorum að ræða þessa hugmynd að það þarf að gera hérna svona superseríu með öllum Survivor, svona Hall of Fame sem allir vinnirarnir koma. Hvað þyrftu að vera margir vinnirar? Ég myndi segja, sko, þetta var 7. sería, við þyrftum að vera 8, já. Þú veist, þannig að ef við gerum 2 seríur viðbót, þá myndi það vera tilmynd til að gera eina svona 8 liða seríu. Er ekki 100% að það vera önnur sería? Gerir það bara alltaf ársamning? Já, í rauninni, já. Ok. En ég meina það er svo sem ekkert verið að tala neitt annað en að halda áfram, sko. Nei, þannig að, þú veist, þetta gengur vel og gaman, þannig að, og allir ánægði með þetta. Það er búið að vera 96 lið taka þátt eða ekki, og 6 hafa unnið. Jú, einmitt, vel gert. Og 90 þættir keftir, pæliði hvað það er ógeðslega mikið af spurningum. Það er sick. Það er eiginlega galið, sko. Er ekki líka bara eitt lið sem er ósigrað í þættinum, sem hefur aldrei, eitt svona íþróttalið sem hefur tekið þátt sem hefur aldrei tapað? Já, einmitt, jú, það er rétt sér. Þegar hinn liðin hafa komið aftur og tapað, sko. Reykjavík MMA, eina ósigraða lið á Íslandi. Í heiminum. Og í heiminum, já. Kom hann eitt lið frá Úrúgvæ einu sem að tapa henni sér ekki. I love it. Eru sick. Já, það. Já, þú áttu það. Kóngurinn. Þegar Sjöfn, gamla konan stal þínu spili. Já, stal þínu. Já. Hún var alveg djöð, var hún dónalega. Kasta henni undir það. Sjöfn stal þessu. Já, við þökkum Birni Braga fyrir að mæta. Yndislegt innslag. Já. En nú kveðjum við. Já. Viljum þakka BBL Bjössa fyrir að koma og... BBL Bjössi. BBL Bjössi. Við þökkum Esjuverk. Já.
Sannarlega. Dominos, Monster. Ollís, Hagkaup, Monster, Coke, Happy Hydrate, Kreatín, Metasport. Fyrir að sponsa okkur í framtíðinni. Já, og að sponsa okkur bara mjög lengi í framtíðinni. Já, heil lengi. Og bara senda okkur skilaboð ef þið viljið meira og bara, love you guys. Love you. Bye.